Góðan dag, kæru áhorfendur. Ég vil deila með ykkur í dag reynslu minni sem kennari við Háskóla Íslands í að vinna með sjálfbærni og reynslu með nám. Morten dreif upp einfalda mynd að reynslu með námi sem 3 hringi sem eru inntak, sem efni sem við ætlum að kenna, reynsla af því sem við erum að kenna og svo ígrundun á þessari reynslu. Markmið að skapa merkingabara þekkingu sem er svæðið þessi 3 hringir skarast og hann kallar þetta the sweet spot og þar býr merkingin. Í þessu erindi ætti að fjalla 3 atriði, ég kallar það þrennuna sem eru tengsl, samhengi og tóm til að vera. Þetta eru þætti sem hafa reynst mér góð leiðarljós í að vinna reynslu með lykil þætti sjálfbærni. Byrjum að fjalla tengsl, því þau eru forsenda svo margs. Til að skapa tengsl þá förum við í tónst- og félagsmálafræði á hverju ári með nýnema í 2 daga ferð, það sem dvalið saman yfir nótt. Við höfum farið í Kaldársel, Vatnaskó og Úlfljótsvatn. Markmiðið að læra nöfn á hvort öðru, kynnast, auka samkennd, skapa styðjandi umhverfi til náms og þroska. Við leggjum grunna samskiptasáttmála til næstu ára og njótu þess að vera út í náttúrunni og hafa gaman saman. Í ferðinni búum við til leiðabók, þar sem nemendur geta notað sem verkfæri til að skrá og pæla í reynslu sinni næstu 3 árin og kannski lengur. Í því samhengi ræðum við munin að meta, review upp og ígrunda, eða á ensku evaluating, reviewing og reflecting. Að meta snýst að spyrja spurninga eins og hvernig gekk þetta? Að review upp snýst að bera kennsl á ferlið, eða reynsluna, hvað við vorum að gera. Og að ígrunda aðeins flóknara og það fyrst að skapa dýpri skilning og við erum að pæla hlutum eins og hvaða merkingu þetta hefur fyrir mig. Með því að kynnast nemendur í þessum mörgleitu óformlegum aðstæðum þá leggjum við grunninn að atriði númer 2 í þrennunni. Það snýst samhengi og samfellu í námi. Nám háð samhengi sínu og þegar við kennum verðum við að skapa samfellu í því sem við gerum. Vita eitthvað nemendur þannig við getum betur mætt þeim. Út frá sjónarhorni útináms má flokka námsumhverfi í 4 svið. Það lóðin, nærumhverfið og loks dagsferðir og svo gistiferðir. Á lóðinni og nærumhverfinni getum við tengt námið betur við daglegt líf nemenda og í lengri námsferðlum eins og dagsferðum og leiðarangrum þá náum við fjarlægð á hversdagslífið. Á öðru ári í tónst- og félagsmálafræði þá förum við í námskeiðinu útivist og útinámi í líf og starfi, förum við í 2 gistiferðir. Fyrsta ferðin, eða fyrri ferðin, við 2 nætur og þá eru háskólakennarar og fagfólk á vettvangi sem leiða dagskrána. Nemendur taka síðan við sjálf í annarri ferðinu og sjá algjörlega dagskrána og undirbúninga á innihaldinu og áherslum. Í þessum ferðum erum við að ýta undir ábyrgð og tengsl við raunveruleikann. Við eldum sjálf, við flokkum okkar rusl, við ferðum saman náttúruna með ábyrgum hætti og þetta skapar ekki bara tengsl við nemendur og milli nemendur, heldur einnig tengsl á milli þeirra og náttúrunar og umhverfisins. Í ferðum þessi samverðin lengri skapast tækifæri fyrir það sem ég kalla tóm til að vera, sem er 3. atriði í þrennunni. Í annríki samtímas og í veröld það sem við erum beintengt sérstaklega mikilvægt að leita leiðir til að hægja á og skoða það sem fangar athygli okkar og jafnvel stelur athygli okkar. Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur, sagði: taktu eftir því sem þú tekur eftir. Að bjóða nemendum tíma til að staldra við, rýna í reynslu sína og skynja umhverfi sitt nauðsynlegt fyrir persónuna og faglega þroska. Að lokum þá langar mig að fjalla 2 þætti sem virðast vera sjálfsagðir í menntun en eru oftast fjarlægir í þeirri innikennslu sem samtíma menntun byggir á. Fyrsta náttúran. Rachel Carson sagði að í náttúrunni er ekki til eitt og sér. Þessi vilt og óbeislega náttúru sem við höfum svo mikið á Íslandi
reynist góður staður til að sjá og skilja samhengi hlutana og vinna með persónulegan og faglegan þroska og þjálfa ígrundandi starfshætti. Gefum náttúrunni meira rými í allri menntun. Og annað atriði sem við nefnum hér að lokum óvissan. Haft eftir Mark Twain að menntun sé leiðin frá kokkraustri fáfræði til ömurlegrar óvissu. Og við getum sannlega sagt að við lifum á óvissutímum og margt bendir til þess að óvissa sé sífellt að aukast. En samt erum við fulla óþoli gagnvart óvissu og reynum eftir fremsta megni að draga úr henni þegar kemur á skólastarfi. Og það jafnvel ef það óviss í skólastarfi þá þykir það að vera ófaglegt. En þessi tveir þættir sem ég nefni hér á lokum tengjast saman í náttúrunni, en það í náttúrunni sem býr svo mikil óvissa. Og ég vil hvetja á lokum háskólakennara til að meðtaka og fagna óvissunni og skapa tækifæri fyrir nemendur til að takast á við hana.